Velkomin á Menntamorgun Hæfnisetur ferðaþjónustan og SAF. Ég heiti Haukur Harðarsson og verkefnastjóri fyrir Hæfnisetur ferðaþjónustanar. Fyrst örlítið Hæfnisetrið. Það má skipta okkar vinnu í tvennt í rauninni. Annars vegar erum við að vinna með fyrirtækjum í að greina fræðsluþarfir, setja upp fræðslu í samræmi við greiningu og mæla árangur. Markmiðið með þessari vinnu er í rauninni að stjórnendur fyrirtækja þjálfist í að nota þær leiðir og þær aðferðir sem í boði við þetta og verði í rauninni í framhaldinu gera þetta sjálf. Tvennt sem ég vil taka fram okkur. Við erum ekki í framkvæmd fræðslu, við erum ekki að halda námskeið og við tökum aldrei greiðslu fyrir okkar þjónustu. Við erum fjármögnuð af mennta- og viðskiptaráðuneytinu. Hinn hluti vinnunnar okkar snýr að byggja upp nám í ferðaþjónustu, þá innan formlega og óformlega kerfisins. Við höfum unnið með ferðaþjónustu í því að greina þarfir fyrir fræðslu. Nú í gangi samtal milli framhaldsskóla, símenntunarmiðstöða og háskóla og við erum svona koma þessum þörfum á framfæri og byggja í kringum þetta nám. Þetta samtal í gangi núna og það lofar einfallega bara góðu. En að þessu mótni, snemma á þessu ári, þá var ljóst að það yrði mikil endurnýjun á starfsfólki í ferðaþjónustu eftir svona erfiða tíma og hluta þeim starfsmönnum myndi koma erlendis frá. Á síðasta menntamótni kynntum við verkfæri sem snýri að ráðningu starfsmanna erlendis frá og það hefur hlotið bara einfallega mjög góða viðtökur. Ég veit að þetta ferli sem þar sett fram hefur auðvelda töluvert af fyrirtækjum að ráða starfsfólk erlendis frá. Og núna þá áfram sami taktur, ekki ráðningar heldur. Nú kynnum við efni hérna á eftir til að auðvelda móttöku og þjálfun nýra starfsmanna. Þessi vinna hefur verið unnin í samstarfi Hæfnisetur ferðaþjónustunnar og ferðamálastofu og við viljum leggja áherslu á að þetta í rauninni byrjun á þessari vinnu, þetta á eftir að stækka og þroskast. Og þá það sú fyrsta sem stígur hérna á svið og kynnir þessa nýja afurð okkar. Það Bryndís Skarphéðinsdóttir, sérfræðingur frá Hæfnisetur ferðaþjónustunnar og hún hefur leitt þessa vinnu og ég ætla að gefa henni orðið. Gjörðu svo vel, Bryndís. Takk Haukur og góðan daginn. Við erum mjög spennt að kynna það nýjasta inn á hæfni.is. Því í góðu samstarfi við Ferðamálastofu þá hefum við þróað efni sem nýtist við þjálfun og móttöku starfsfólks í ferðaþjónustu. Og þetta kom út frá þessari þörf að við sáum fram á að það yrðu margar ráðningar núna fyrir sumarið, nýjar ráðningar. Og þess vegna vildum við í samstarfi Ferðamálastofu vinna þetta. Svona. Aðeins nálgunna áður en ég sýni ykkur á heimasíðunni. Við vildum hafa allt á einum stað, vildum hafa efnið almennt og ekki allt of sérhæft og hafa þægilegt viðmót. Og það eru í raun tvær áherslur hérna. Það nýlega þjálfunin sem það efni sem nýtist starfsfólkinu beint en síðan líka vegvísi fyrir stjórnendur við móttöku nýliða. Og þannig að finna gátlista, verkferla, góð ráð, myndbönd fyrir stjórnendur, ítalegu gátlisti fyrir móttöku nýliða ásamt öðru stuðningsefni. Við erum búin að vera að nýta gögn sem eru inn á hæfni.is nú þegar og safna því saman á einn stað. Við erum búin að vera að vinna með Ferðamálastofu og vinna efni þeirra úr vakanum sem gæða á umhverfisvottunarkerfi og við erum búin að vera að nýta til dæmis Tipsi sem eru fræðslumyndbönd fyrir ferðaþjónustu og síðan erum við líka með tilvísunni á þau námskeið fyrir ferðaþjónustu sem í boði hér á landi. Þetta lifandi verkfæri, þetta í þróun og verður áfram í stöðugri þróun, svo við viljum endilega fá endurgjöf frá ykkur. En nú ætla ég bara að vinda mér í að sýna ykkur hvernig þetta lítur nú út hérna á heimasíðunni. Og þetta viðmótið sem mætir ykkur fyrst, þá farið bara inn á hæfni.is, það stór gluggi sem stendur nýlega þjálfun, þið smella það og koma inn á þessa síðu.
og þið sjáu þetta eru þeir 4 flokkar sem eru komnir og þessir flokkar eru fyrir starfsfólkið, sjáu þið hérna, er það komið núna hjá ykkur? Flott. Þetta eru flokkarnir sem eru fyrir starfsfólkið, þessi 4. Það er þrif komið, það er þjóna til borð sem er komið, það er samskipti og gestrisni og það er matur og drykkir. Ég ætla að sýna ykkur dæmi það, en fyrst ætla ég að sýna ykkur fyrsta stoppi fyrir ykkur sem stjórnendur í ferðaþjónustu. Þá ítið hérna á hnappinn sem segir fyrir stjórnendur. Og þar er móttaka nýliða í einföldum skrefum. Skref 1, undirbúningur, skref 2, fyrsti dagurinn, 3, nýliða þjálfun fer fram, 4, eftir fylgni þjálfunarinnar og 5, hlustun og endurgjöf. Og síðan er hægt að smella hérna á ítalegri gátlista, bæði á ensku og íslensku og síðan er í boði ýmiss konar stuðningsefni. Hér er til dæmis farið inn á ráðningaferlið sem að Haukur koma inn á áðan. Það er linkurinn á öll námskeið fyrir ferðaþjónustu sem fræðsluaðilar að bjóða upp á hér á landi. Ráðgjöf og þjónusta Hæfnisetursins sem dæmi. Það er líka verið að tala um hvernig þetta er fjármagnað sem Lísbet kemur hérna inn á og eftir á starfsmenntasjóðunum. Og öll fyrirtæki geta nýtt sér og í Excel-skjöl til að búa til fræðslu og þjálfunaráætlun fyrir starfsfólki. Ef ég fer bara aðeins hérna tilbaka, ég verð að færa þetta aðeins og ég sjá hérna hvað ég er að gera. Það er hátalari fyrir. En ég ætla að smella hérna á þjóna til borðs. Og þá sjáu þið fyrst, þetta eru undirflokkanir sem við erum til dæmis búin að setja undir þjóna til borðs. Og þannig er 9 skrefa þjónustuferli sem er þá í raun þegar þjónar taka á móti viðskiptavinni allt frá því þeir ganga inn og þeir yfirgefa veitingastaðinn. Og þá er þetta sett upp í 9 skrefum og svo oft neðst erum við með tilvísun í áhugavert efni eða námskeið sem hægt er að skoða enn frekar. Hérna erum við með fagorðalistan okkar og það er hægt að fara beint inn á þá héðan. Og ýmiss konar eins og hagnýt ráð eins og meðhöndlun kvartana, hvernig er hægt að meðhöndla kvartanir. Svona einfalda leiðbeiningar og þið sjáu kannski að þetta er ekki, við erum ekki að bjóða hér sjálf upp á rafrænt námskeið, þetta er upplýsingavefur sem hægt er að nýta í innri þjálfun og síðan til að vísa inn á önnur námskeið sem er í boði. Hér er menningarhæfni sem er mjög mikilvæg þáttur líka, myndband sem við þróum fyrir þetta og hvernig sé hægt að þjálfa menningarhæfnina enn frekar. Og síðan er líka hérna inni samskipti og gestrisni til dæmis. Ef ég smelli bara fljótlega á það, þar eru ráðvarðandi árangursrík samskipti, virka hlustun, framkomu, en síðan allt út í hvernig er best að svara í síman, hvernig er best að skrifa tölvupóst. Og ýmislegt varðandi upplýsingagjöf. Hvernig ætlar að veita upplýsingar, hvert átt að leita, hvaða heimasíður eru í boði og góð ráð. Þetta var aðeins til að sýna ykkur hvernig þetta er, en ég hvet ykkur eindregið til að ef ykkur dettur í hug flokka eða undirflokka sem þið myndi vilja sjá meira af, því nú ætlum við að halda áfram að þróa þetta, ýttu þá hér á hafðu samband, skrifa okkur línu, það er líka alltaf hægt að skrifa beint til okkur á hæfni@hæfni.is og hérna eru síðan tungumál. Við getum smellt á mismunandi tungumál og þýtt yfir og við erum búin að yfirfara enskuna, erum búin að yfirfara pólskuna og þetta er inn á viðmótið eins og þá kemur maður inn á þetta á íslenskunni. Svo þetta var svona markmið okkar að hafa þetta þægilegt viðmót og allt á einum stað. Áður en ég kveð ykkur samt í dag þá langaði mig að fara aftur í glæruna mínar og sýna ykkur það sem er nýjast hjá okkur líka í Hæfnisetrinu af því að núna erum við búin að gera hlaðvarp, við erum búin að taka 1 viðtal og það heitir Ferðin, sögur úr ferðaþjónustunni og þar verða stjórnendur úr ferðaþjónustunni, þeir koma til að deila reynslusögum sínum. Og fyrsti þátturinn kemur á Spotify næstu viku, en í fyrsta þættinum þá tókum við viðtal við Mannes reynslubolta í hótelgeiranum.
og hún deildi hvað áherslur eru mikilvægar þegar við erum að taka á móti nýju starfsfólki til dæmis. Svo það henta mjög vel inn í umræðuna nýliða þjálfun, svo ekki hika við að kíkja inn á hæfni.is og skoða þetta nýja sem komið þar inn og fylgjast svo með okkur á samfélagsmiðlum líka. Takk fyrir. Svona. Takk fyrir Bryndís. Eins og ég segjum, það að gera, skoðiði, notiði og segja okkur ef okkur vantar meira. Við viljum ítreka að þetta byrjun og við ætlum að víkja þetta út, að koma inn fleiri greinar eða má segja sér svo og það líka mikilvægt að við höfum alltaf þetta markmið að okkar efni birtist á fleiri tungumál en bara íslensku. Og það stundum við erum að þróa þetta þýðingatæki, Google þýðingatæki inn á okkar síður, en það ekki alveg fullkomið, en það þarf aðeins að fara yfir. En stundum koma svona smá skrýtnir frasarðar. En það nú allt, við erum að laga á fullu. En næstur í púltið Þórir Ellingsson, framkvæmdastjóri Tailmynd og forseti klúbbs matreiðslumeistara. Hann reynslubolti í ferðaþjónustu, ég rekist á hann víða á undanförnum árum. Og hans erindi menntun, fræðsla, þjálfun til hvers? Gjörðu svo vel, Þórir. Takk fyrir. Gaman að fá að vera hérna með ykkur á þessum rigningarmorgni, en það nú sem betur fer búið að vera blíða hjá okkur undanfarið. Ég ætla aðeins að fjalla menntun, fræðslu og þjálfun og hvers vegna við eigum raunverulega að vera þar. Eins og fram kom þá ég framkvæmdastjóri fyrir félag sem heitir Tailmynd og í viðburðarstjórnun. Við erum með stóra svona hlaupa- og íþróttaviðburði, meðal annars Hengil Ultra sem eftir viku, þannig að það mikið að gera hjá okkur akkurat þessa dagana. Og einnig í forseti klúbbs matreiðslumeistara sem sér til dæmis kokkalandsliðið sem keppir með íslensk matvæli og íslensk hráefni erlendis sem og hérlendis og því fylgir gríðarleg þjálfun. Þeir eru búin að vera í þjálfunarbúðum raunverulega fyrir heimsmeistaramót sem í nóvember, síðan í febrúar í fyrra og æfa 2 daga aðra hverja viku. Þannig að það gríðarlega mikið sem menn leggja í þjálfun til að gera vel. Undanfarin ár hef ég starfað sem háskólakennari við Háskólann á Hólum og Háskóla í Bandaríkjunum. Þess vegna þessi mál mér mjög hugleikin hvar við erum. En hvers vegna fræðsla? Hvers vegna þurfum við raunverulega að fræða fólk? Jú, ef við fræðum fólkið okkar, þá eflum við vitundina. Og ef við eflum vitundina það sem við erum að gera, þá eykst gleðin. Og gæðin koma með gleðinni. Ef starfsfólkið okkar að deyja úr stressi og ræður ekki við það sem þeir að gera, þá gleðin farin. Og getið þið ímyndað ykkur að ykkur sé að veita góða þjónustu ef það engin gleði. Þetta svona bara grunnurinn af því hvers vegna fræðsla. Og fræðslan þarf bæði að fara fram í menntastofnunum, í námskeiðshaldi og innan fyrirtækja. Hvernig tökum við á móti nýliðunum okkar eins og kom fram í erindinu á undan og hvernig hugum við að þeim áfram. Getum við hugsað þá alla leið. Við viljum öll meiri gæði. Af hverju viljum við gæði? Jú, við erum stundum að eiga við erfitt fólk. Við erum að eiga við fólk sem með væntingar. Og væntingar fólks þegar kemur til Íslands miðast kannski stundum við verðlagið. Og myndi ykkur segja að Ísland væri ódýrt land? Nei, og við verðum aldrei ódýrt land. Þó við getum sýnt fram á það að fine dining veitingastaðar á Íslandi á sama verði eða ódýrari heldur fine dining veitingastaðar í Evrópu og Bandaríkjunum. En það eitt af því sem virðist ekki mega að segja. En aftur á móti þegar við þurfum að tala fast food eða casual dining, þá erum við miklu dýrari. Við verðum að fræða bæði inn á við og út á við. Það ekki nóg bara að fræða starfsfólkið eða yfirmenn. Ef yfirmenn kom ekki fræðslu niður til starfsfólksins, þá erum við á mjög slæmum stað. Þannig að það þessi hugmyndafræði að fræðsla nauðsynleg og hún þarf að vera stöðug. Það eitt af því sem við verðum að ná á
á öllum þáttum okkar greinar. En hvers vegna þjálfum við? Jú, kannski til að losna við það að fá tómatsósuna á borðið eins og við sjáum á þessari mynd. Við biðum í 30 mínútur og fengum enga þjónustu. Kemur það fyrir að fólk kom inn á veitingastæði eða hótel og það er allt vitlaust að gera og það fær ekki þjónustu strax? Já, því miður. En getum við þjálfað fólkið okkar í því að grípa kúnnan þó að þjónustu honum ekki alveg strax? Já, til dæmis einfaldlega með því að ná augnsambandi við viðskiptavin. Láta hann vita að hann sé ekki gleymdur, við séum að koma. Og eitt af því sterkasta sem við getum gert þegar illa gengur er að nota orðið fyrirgefðu. Það að segja fólki að okkur sé ekki sama, það hefur ótrúlega mikil áhrif á viðskiptavinin. Ef við þjálfum fólki að gera hlutin aftur og aftur og aftur og sýnum þeim rétt handbragð, þá verður fólk líka fljótara að gera hlutina. Það fer enginn í það að hlaupa 100 metra spretthlaup nema að æfa sig fyrir það, ef hann ætlar að slá heimsmetið. Það er enginn að fara að hlaupa 100 kílómetra án þess að vera búin að æfa sig gríðarlega mikið fyrir það. Þetta er alveg það sama. Við þurfum að þjálfa fólkið og við þurfum að vera stanslaust að þjálfa fólkið okkar innandyra á öllum þeim stöðum sem viðkoma ferðaþjónustu. Bara að kenna fólki að brosa. Því að sumir virðast eiga erfitt með það suma daga. Taka vel á móti fólki, vera opinn. Ekki fara í stellinguna þar sem þú ert búin að krossa hendur og allt er lokað. Heldur vera opinn fyrir fólki. Taka vel á móti því. Þjálfur snýst það að gera hlutin aftur og gera hann betur. Losa sig við slæm vinnubrögð og nota þau góðu. En hvernig byrjar þetta allt? Jú, menntun. Hvar er menntun í íslenskri ferðaþjónustu í dag? Jú, það eru allavega 2 háskólar sem bjóða upp á bachelorgráður í ferðaþjónustufræðum, Háskóli Íslands og Háskólinn á Hólum, og gera báðir vel á sínum sviðum. Háskólinn í Reykjavík og Bifröst með einhvers konar mastersnám tengt þessu. Aðal grunnnámið okkar kannski er samt sem áður hjá Hótel- og matvælaskóla Íslands í Kópavogi. Það sem matreiðslumenn og þjónar, kjötiðnaðarmenn og bakarar fá sína þjálfun. Við eigum raunverulega ekki skóla sem einblínir á það að þjálfa eða mennta fólk í gestamóttöku. Það hefur orðið mikið stökk í menntun meiraprófskírstjóra. Þeir þurfa að fara í endurmenntun núna á 5 ára fresti. Og þar eru menn að kenna áfanga sem heitir bara fagmennska og mannlegi þátturinn eða farþegafræði. Við þurfum alltaf að vera að halda okkur við. En er þetta raunverulega þannig að við þurfum að halda öllum viðskiptum okkur á kóngastól? Er það sem við erum að hugsa? Kannski ekki, en kannski. Við erum að láta þá fá þá ímynd að við séum að hugsa virkilega vel um það. Og ef fólkið okkar er menntað, hefur skilning til dæmis á mismunandi kúltúr. Tökum við eins á móti Íslendingi, Bandaríkjamanni eða Kínverja? Raunverulega ekki. Það eru mismunandi hefðir. Kunnum við hefðirnar? Vitum við hvað er í gangi? Við getum ekki gert allt sem viðskiptavinurinn biður okkur um. Það er líka eitt af því sem við verðum að læra. En við verðum samt að láta hann hafa þá tilfinningu að við séum að gera allt sem við getum fyrir hann. Og með því að mennta fólkið okkar, þannig að það hafi skilning á hvernig á að bregðast við hinum ýmsu atriðum, þá gengur það betur. Það er gaman að velta fyrir sér 2 stórum hótelkeðum. Annars vegar The Ritz-Carlton Hotel Company, þar sem mottóð er ósköp einfalt. We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Og það er kannski eitt af því stóra sem þarf að koma fram í okkar geira varðandi menntun.
að við erum á sama plani og fólki sem við erum að þjónusta. Við þurfum að vera þar líka. Menntunin okkar þarf að koma okkur þangað. Því ef menntunin okkar kemur okkur á þann stað, þá erum við strax komin á miklu betri stað. Eins með Four Seasons, þeir hafa þetta, we treat resident and other as we wanted to be treated. Já, við hugsum viðskiptavininn okkar eins og við viljum að okkur sé hugsað okkur. Og þetta eru svona lykilatriðin öllu sem við gerum. Menntun og fræðsla og þjálfun lykillinn að auknum gæðum, lykillinn að hamingjusamari viðskiptavinum, lykillinn að hamingjusamara starfsfólki, lykillinn að aukin arðsemi. Þessi herramaður á þessari mynd, með víkingan á baku sig, svífandi í loftinu, á 8 ára aldri, í 28 km hlaupi, brosandi út af eyrum. Þannig viljum við að starfsfólkið okkar sé og þannig náum við auknum gæðum. Takk fyrir mig. Jæja, þá var að bjarga mér úr tæknivandamálum. Til þess að kemur Bryndís. Við heimsækjum mikið af fyrirtækjum hjá Hæfnisetrinu. Þetta eru svona milli 50 og 150 fyrirtæki á ári, svona eftir hvort það er COVID eða ekki. Og eitt af því sem við verðum var við að þau þekkja ekkert öll til starfsmenntasjóðana og hvað er í boði hjá starfsmenntasjóðana. Og ofta hluti að sem heimsókn okkar fer bara í því að sýna að þarna er fjármagn sem þið getið nýtt til fræðslu til fyrirtækin ykkar. Og hingað til okkar í dag er komin Lísbet Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Startups, og hún ætlar að kynna okkur fyrir réttindunum sjóðunum og þessari vefgátt sem heitir Áttin.is. Gjörðu svo vel. Takk Haukur. Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér hingað í dag til þess að kynna Áttina, vefgátt sjóða. Ég heiti Lísbet og er Einarsdóttir og er framkvæmdastjóri Startups, sem er einn af þeim sjóðum sem að standa að Áttinni. Við fyrstu sýn þá virðist þetta umhverfi vera ansi flókið, en ég vona að eftir þessa kynningu mína að þá verði allir einhverju nær og sjáu þau tækifæri sem að þarna eru, að þið finnið fjármagnið, ef svo má segja. Árlega þá greiða starfsmenntasjóðnir 100 milljóna til einstaklinga og fyrirtækja vegna starfsmenntunar. Er að ræða endurgreiðslustyrki námskeiða og getur fjárhæð styrks numið alltaf 90% af reikningi. Enga betri ávöxtun er að finna á nokkru fé ef tekið mið af meðalgreiðslu starfsmenntaðgjalds á ársgrundvelli og mögulegum styrk fjárhæðum. Og af hverju segi ég þetta? Jú, það er þannig að hjá 3 stærstu sjóðunum geta fyrirtæki fengið alltaf 3 milljónir króna í styrk, óháð því hversu mikið þau greiða í starfsmenntaðgjald vegna starfsfólks. En skoðum þetta áfram. Fyrirtæki á almennum vinnumarkaði getur sótt í sjóðina svo lengi sem starfsfólk fyrirtækisins er í þeim félögum sem að standa að baki sjóðunum. Stofnanir á vegum hins opinbera geta ekki sótt í sjóðina né einkareknir leikskólar, svo dæmi séu tekin. Réttur fyrirtækis til þess að sækja styrk myndast sjálfkrafa og leið og launatengd gjöld eru greidd. Í því felst að ekki þarf að sækja aðild eða neitt slíkt, heldur gerist þetta allt sjálfkrafa. Það er hins vegar skilyrði að fyrirtæki standi í skilum með iðgjaldagreiðslur og þá er horft til síðustu 12 mánaða. En stéttarfélögin eru fjölmörg allt land og sjóðirnir þar af leiðandi margir, en ætla má að sjóðirnir ná til 110 til 120.000 starfsmanna á almenna vinnumarkaðnum eða 75 til 80% starfsmanna á þeim vinnumarkaði. Það var þannig hér áður fyrr að ef að fyrirtæki hélt námskeið
og ætlaði að sækja styrk í sína sjóði, þá þurfti að senda umsókn á marga staði ef starfshópurinn var stéttarfélagslega mjög fjölbreyttur. Einhverjir voru í VR, einhverjir í Eflingu, nokkrir í Hlíf og svo mætti lengi telja. Leiðin að styrk var bæði löng og flókin og erfitt að setja sig inn í hvar, hvert og hvers. Það var oft bara einfaldara að gera ekki neitt og sleppa því að sækja styrk. Þær raddir eru því sífellt háværari þar sem kallað var eftir því að þetta kerfi væri einfaldað og rættu mikilvægi þess að það væri bara einar dyr að öllum þessum sjóðum. Og árið 2015 var það að veruleika, áttin var sett á laggirnar, einar dyr að 8 starfsmenntasjóðum. Og við erum ennþá að montograf því, hvað áttin er flott. En ef við rennum betur yfir það hvað sjóðir standa að baki áttinni, að þá það starfsmenntasjóður verslunarinnar, starfsmenntasjóður verslunar og skrifstofufólks, starfsafl, landsmennt, iðanfræðslusetur, menntunarsjóður sambandsstjórnendafélaga, rafmennt og sjómennt. Og eins og þið sjáið á myndinni sem er skjáskot af áttinni að þá hægt að sækja í 1, 2 eða alla þessa sjóði með einni aðgerð ef við á. En það er ekki nóg að þekkja bara sjóðina, heldur þarf líka að vita hvað stéttarfélög tengjast hvaða sjóðum. Á áttinni má nálgast þessa fínu yfirlitsmynd og á einfaldan hátt finna út hvaða sjóðir tengjast hvaða félagi. Á myndina vantar hins vegar starfsmenntasjóð verslunarinnar en það er vegna þess að sá sjóður er sjóður VR og félags atvinnurekenda en ekki samtaka atvinnulífsins eins og allir þeir sem eru á myndinni. Myndin er kannski ekki nægilega skýr en ef þið rýnið í hana þá má til dæmis sjá þarna hægra megin þar sem stendur starfsafl að þá sjáu þið hvaða félög standa að þeim sjóði. Þetta er í raun bara sára einfalt. Það er aðeins breytilegt á milli sjóða hvaða fræðsla er styrkhæf en almennt er það fræðsla sem myndi teljast starfstengd eða starfsmenntun og ég ráðlegg öllum að kynna sér það hjá þeim sjóðum sem við á hverju sinni. Það er þó tvennt sem þarf að hafa í huga. Aðeins fræðsla sem telst til starfsmenntunar er styrt og það nám sem er styrt þarf að uppfylla ákveðin skilyrði, svo sem að hafa skilgreint upphaf, endi og leiðbeinanda sem ætla má að sé til þess bær að standa fyrir kennslu, skýr efnistök og markmið og þarf að vera öðrum fyrirtækjum aðgengilegt á sama eða sambærilegu verði. Þetta á við aðkeypt námskeið. Við höfum alveg fengið umsókn frá til dæmis eiginmanni sem er að kenna konunni sinni Excel. Svo dæmi séu tekin og þetta er ekki bull, þetta er alvöru og slíkt er ekki styrkhæft og því horfum við til þess að námskeiðin séu öllum aðgengileg, ekki bara fáum útvöldum. Námskeiðskostnaður getur síðan aðeins falið í sér þann kostnað sem telst beinn kostnaður við námskeiðið sjálft. Til námskeiðskostnaður telst ekki kostnaður sem fellur til við sýnatöku, kannanir, þarfagreiningar eða þáttar sem falla ekki undir beinan kostnað við námskeiðahald. Ráðgjöf eða handleiðsla uppfyllir ekki skilyrði námskeiðs að hálfu sjóðana. Hér sjáu þið svo aðeins hvað það er sem er styrt, svo ég hætti nú að tala það sem er ekki styrt og tala það sem er styrt. Og það er aðkeypt fræðsla og stafræn fræðsla, innri fræðsla, þar sem að starfsfólki nota sem leiðbeinendur, lækkaði iðgjald, sameiginlegur styrkur einstaklings og fyrirtækis, áskriftar stafrænu námsumhverfi, markþjálfun, námsefnisgerð, nýsköpunar og þróunarstyrkir. Inn á áttinni má sjá þetta yfirlitsblað yfir helstu styrki og hlutfallsstyrk fjárhæðar. Hér vil ég undirstrika að þetta er alls ekki tæmandi listi og ég hvet ykkur til að kynna ykkur þetta og hafa samband ef eitthvað er óljóst, ef þið eru með einhverja hugmynd að heyra í sjóðunum. Það er álíka einfalt að fara inn á áttina eins og að fara inn á heimabanka. Í fyrstu þarf að stofna mínar síður og eftir þetta er þetta mjög einfalt. Með hverri umsókn þarf að fylgja lýsing á námskeiði. Alls ekki senda inn glærur eða neitt slíkt, bara stutta samantekt á innihaldi námskeiðs. Þá þarf að fylgja með reikningur á kennitölu fyrirtækis og staðfesting úr heimabanka á greiðslu reiknings, yfirlit yfir alla þáttakendur, kennitölur þeirra og stéttarfélagsaðild. Ef eitthvað af þessu vantar þá því miður ekki hægt að afgreiða umsókn, en ef eitthvað vantar þá verður haft samband.
Vegna móttöku og vinnslu þessara upplýsinga að þá horft til 4. greinar laga persónuvernd. Hér má sjá dæmi styrk. Fyrirtæki, í fyrra dæmin styrkaraða vegna einstaklingsnáms og starfsmaðurinn í aðildarfélagi Starfsgreinasambandsins. Þar sem námi fyrir einn einstakling þá getur styrkur verið að hámarki 300.000. Ef þessi sami einstaklingur hefði verið í Eflingu þá væri styrkupphæð svo sama, en ef hann hefði verið í VR þá væri styrkurinn 130.000, en á móti kemur þar að hægt að samnýta fyrirtækja og einstaklings. Dæmi 2 skýrir sig nokkuð sjálft og gæti í raun og veru ekki verið einfaldara, þetta svona draumadæmi. Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu með 25 starfsmenn, 20 í VR og 5 í Eflingu, keyptir inn starfstekt námskeið og fjárhæð reiknings krónu 390.000. Sóttur styrk í starfsafl og starfsmenntasjóð verslunar og skrifstofufólks í gegnum áttina.is og endurgreiðsla eða styrkur starfsmenntasjóðs 90% af reikningi eða krónur 351.000. Þá ber að geta þess að ef fyrirtæki greiðir námskeið fyrir starfsmann og fær endurgreiðslu að þá getur fyrirtæki ekki innheimt þá upphæð af starfsmanninum skiljanlega. Þá biðjum við að starfsfólki sé alltaf gerð grein fyrir þeim styrkjum sem fást hjá sjóðunum. Það má alltaf finna leiðir og hér sjáðu auglýsingar frá áttinni í COVID. Fyrirtæki fóru úr því að vera með fræðslu á gólfi yfir í stafræna fræðslu og sjóðirnir hafa margir hverjir laga sína reglur að því. Það má því alltaf finna leiðir sama hver hindrunin Ekki hika við að hafa samband og við munum leiðbeina eftir bestu getu. Takk fyrir mig. Takk Lísbeth. Á síðasta mentadegi atvinnulífsins þá hlaut Gentle Giants á Húsavík menntasprot atvinnulífsins og menntasprotin þýðir einfaldlega þau standa sig vel í fræðslumálum fyrir sína starfsmenn og bara fyrir sitt fyrirtæki og náttúrulega okkur erfitt að fá fólk frá Húsavík í dag, mér skilst að sé 20 stiga hiti en hingað komin Jóhanna Sigríður Svavarsdóttir, eigandi og annar eigandi og framkvæmdastjóri Gentle Giants, ætlar að segja okkur frá því hvað þau eru að gera til að byggja upp sitt fyrirtæki. Gjör svo vel, Jóhanna. Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér hingað. Ég heiti Jóhanna og ég starfsmannastjóri hjá Gentle Giants. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá fyrirtækinu okkar og hvað við erum að gera. Fyrirtækið Gentle Giants var stofnað árið 2001 og við erum staðsett á Húsavík. Við bjóðum upp á hvalaskoðunarferðir og aðrar sjótengdar upplifanir á Skjálfandaflóa. Í flota fyrirtækisins eru 8 bátar, við erum með 2 eikarbáta, við erum með 4 ribb-hraðbáta, við erum með trefjaplastbát og 1 lítinn Zodiac og við erum brautryðjendur á landsvísu í ribbátastarfseminni og hér sjáum við þessa fallegu mynd af flotanum okkar. Það hafa verið sömu stjórnendur, hafa verið nánast frá byrjun og starfsmannaveltan lág, það sami kjarni frá upphafi og mikið af okkar starfsfólki það kemur ár eftir ár aftur til okkar. Það mikið tímabundnar ráðningar, þar sem hefðbundin hvalaskoðunarvertíð, hún frá mars, apríl og út nóvember. Í sumar verða 35 starfsmenn af 10 þjóðernum og í hópnum okkar erum við með stjórnendur, það viðhaldsteymi, það eru skipstjórar, það eru leiðsögumenn, sölufulltrúar í miðasölu, aðstoðarfólk og það allir mikilvægir í keðjunni að búa til góða upplifun. Fjölbreytileikinn hann blómstrar og vinnur með fyrirtækinu og býr leið til skemmtilegt starfsumhverfi og við erum á öllum aldri. Yngsti 15 ára, elsti 72 ára. Við erum á mismunandi þjóðernum og trúarbrögðum, við erum með fjölbreyttan bakgrunn og menningu
og við kynnum vel okkar starfsfólki, allir markaðsefni og auglýsingum. Og hér sjáum við mynd af starfsfólkinu okkar frá í fyrra sem að við birtum bæði á heimasíðu og í bækling sem við dreifum víðsvegar. En erindi mitt, það heitir Allir á sömu blaðsíðunni. Og hvað á ég nú eiginlega við með því? Jú, við bæði viljum og við þurfum að við séum öll á sömu blaðsíðu. Við viljum veita framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina og þegar kemur til dæmis að neyðaráætlun og öryggisatriðum þá þurfa allir að vita nákvæmlega hvernig á að bregðast við. Og hvernig gerum við það? Ef við byrjum á að líta á ráðningar. Þegar við erum að ráða í nýtt fólk, þá erum við alltaf að hugsa við erum að ráða í lið. Við erum bara teymi og við erum að vinna þetta saman. Við viljum fá besta starfsfólkið inn í okkar lið. Og það náttúrulega til dæmis við leggjum mat á menntun, hæfni í mannlegum samskiptum, reynslu og tungumálakunnáttu og það má líka nefna það að við erum að ráða inn fólk til starfa en þetta fólk kemur erlendis frá, mikið erlendis starfsfólki hjá okkur og þau þurfa líka að búa saman í okkar starfsmannahúsum á svæðinu. Þannig að það er mikilvægt að velja vel og rétt. Og starfsmenn í áhöfn báta verða að hafa lokið tilskildu réttindum að vera komið til starfa hjá okkur og þá er ég að tala bæði skipstjóra og leiðsögumenn og hærra menntunarstig ásamt stefnu fyrirtækisins í þeim málum hefur aukið gæði þjónustu starfsfólks og til dæmis með betri og fróðlegri leiðsögn borð og skila sér í betri ferðum og upplýsingagjöf til viðskiptavina. Við leggjum mikla áherslu á að bjóða nýtt starfsfólk velkomið með öflugri nýlega móttöku og í henni felst fræðsla og kynning á helstu þáttum í starfsemi fyrirtækisins. Þannig stuðlum við að því að nýtt fólk sé að upplifa og aðlagast vinnustaðnum hratt og vel, upplifi menningu fyrirtækisins og skapi fljótt jákvæð tengsl við vinnustaðinn. Við leggjum líka áherslu á ábyrgð starfsmannsins, að byggja upp jákvæða fyrirtækjamenningu, skapa öfluga liðsheild og gott starfsumhverfi sem leið stuðlar að bættri starfsánægju. Og við þjálfum fólk úr okkar röðum til að vera þjálfara fyrir nýja starfsmenn. Og þessir aðilar sjáum þjálfun á sínum sviðum í samráði við stjórnendur. Það eru yfirskipstjórar á eikarbátum og reiðbátunum okkar, það eru yfirleiðsögumenn og vaktstjórar í miðasölu. Við erum með verklagsreglur fyrir öll sviðin innan Gentle Giants, það eru ítarlega handbækur, starfslýsingar, reglur þjálfanir. Og hér eru nokkur atriði sem við förum yfir í þjálfunin okkar, það eru dagleg verklög, það er gæðastjórnun, þjónusta við viðskiptavinni, öryggisáætlanir, boðleiðir og samskipti ef eitthvað kemur upp á, við hvernig á að tala, hver snúi okkur, neyðarverklög, umhverfismál og umhverfisstefna, upplýsingar hvali og lífríki og umgengni við hvali og náttúru. Við erum að bjóða upp á ferðir í hinu náttúrunni og við verum að virða það að þetta er þeirra heimili, ef við getum sagt svo. Yfir vertíðina þá höldum við reglulega og óreglulega starfsmannafundi. Þar förum við yfir málefni sem ber á góma og við hvetjum til samskipta og góðra samskipta og hugmynd að fá starfsfólki það sem betur mætti fara. Á reglulegum öryggisæfingum þá er farið yfir neyðaráætlanir, það er farið yfir viðbragðsáætlanir, umhverfismál, skyndihjálp og hagnýtar æfingar haldnar til að viðhalda kunnáttu björgun og búna og verkferla. Og við fundum það til dæmis daginn að við þurfum aðeins að skerpa á skyndihjálparhlutunum hjá okkur, að koma upp atvik og við hugsaðum með okkur, já nú verðum við bara aðeins að bregðast við og við erum að halda námskeið núna með sjúkraflutningamanni á svæðinu og í samráði við hann fyrir allt okkar starfsfólk. Við vinnum líka náið með rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Húsavík, þar sem að sjávartengdar rannsóknir fara fram. Þar hefur mikil þekking safnast og er henni miðlað til starfsfólks á báða vegu. Þetta hefur verið farsælt og ánægilegt samstarf og
sjálfboðaliðar og nemar á vegum rannsóknarsetursins, þeir nýta okkar báta til gagna og öflunar fyrir rannsóknir. Og við höfum staðið fyrir hvalanámskeiðum á háskólastigi og okkur finnst bara mjög mikilvægt að tengja saman þessi akademísku fræði og rannsóknir við atvinnulífið. Við hvetjum líka okkar starfsfólk til frekari þekkingu öflunar og þróunar í starfi og stefna fyrirtækisins að leggja rækt við menntun og þjálfun starfsmanna. Og þó nokkrir til dæmis leiðsögumenn og aðrir starfsmenn hafa byrjað í ákveðnum störfum hjá okkur og hafa síðan með stuðningi fyrirtækisins farið í nám og útskrifast meðal annars með réttindi til skipstjórnar og vélgæslu. Stjórnendur fyrirtækisins, þeir taka líka virka þátt í ýmsum nefndum og námskeiðum í ferðaþjónustunni og atvinnulífinu til að viðhalda þekkingu og vera með nýjustu upplýsingar á hverjum tíma sem hægt svo að miðla áfram innan fyrirtækisins. En af hverju erum við nú að leggja svona mikla áherslu á þjálfun og menntun starfsmanna? Jú, starfsfólki okkar mestu auður og með góðri þjálfun og áherslu á menntamál fyrirtækisins þá búum við til eftirsóknarverð starfsumhverfi og við gefum okkar fólki tæki og tól til að takast á við margar áskoranir sem upp geta komið. Við viljum bjóða upp á framúrskarandi þjónustu til okkar viðskiptavina og það gerum við með góðri þjálfun og menntun okkar góða starfsfólks. Við viljum vera eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fólk vill koma aftur og aftur til að starfa með okkur og þar sem hver og einn fara að nýta hæfileika sína og þekkingu sem best. Hvalaheimurinn afar lítill og Gentle Giants með gott orðspor sem vinnustaður og þannig vil ég hafa það áfram. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessi innlegg, Lísbet, Þórir, Bryndís og Jóhanna. Og við höfum aðeins verið að pæla dálítið í þessu í Hæfnisetrinu. Okay, hvaða máli skiptir þessi fræðsla og allt þetta? Og það sem við höfum getað sýnt fram á með því að tengja sama fræðslu og árangur og þá erum við einfaldlega að sjá að þetta snýst líka arðsemi fyrirtækja. Sem sagt að eðlilega fyrirtækja, þau að reka sig til að sýna arð og það að hafa hæft og gott starfsfólk, það eykur arð fyrirtækja. Eins og við höfum líka séð eins og bara, það var hjá hóteli þau reiknuðu út fyrir okkur hvað kostaði að skipta eitt starfsmann, þjálfaðan starfsmann, það var mjög dýrt. Þannig að starfsmannavelta til dæmis skiptir líka miklu máli. Eftir þessi erindi fara þessir aðilar sem komu fram í svokallar menntaspjall, það er tekið upp, dýpkuð aðeins þessi umræða sem var og það afraksturinn af því verður síðan birtur á okkar Facebook-síðu og heimasíðu. Og en þetta búið í dag, takk fyrir okkur og sjáumst næst og gangi ykkur vel í sumar. Takk.